Jón Ágúst Stefánsson, Bleiku, klár fyrir slaginn á morgun. Þar verða sumir í gulu og bláu, aðrir í rauðu og hvítu og vonandi mikið fleiri í rauðu og hvítu. Þannig þetta verður rosa dagur á morgun. Já, það er mikið undir maður, það er K.A. Þór. Ég sjálfur hef aldrei upplifað þetta. Ég er náttúrulega aðfluttur akureyringur, eins og einhverju kannski vita, og var ég dreginn hérna í burtur sem krakki og kom hingað fyrir árið síðan. Og ég er rosalega spenntur og fekk fleiri svona á mínum aldri. Ég er að reyna að rífa upp Mjölnismennina án þess að ég ætla að láta segja að það hafi staðist eitthvað illa Mjölnismenn ársins, þriðjuflokkur og svona, en þeir eru mikið í burtu og þarf kannski að vera svona kjarni af mönnum og konum sem eru meira á staðnum og eru oftar á leikjum, og við ætlum að reyna að fá alla með okkur. Við ætlum að hittast í Hamri klukkan 3 á morgun, þar sem ýmislegt verður í boði. Og þetta er náttúrulega eins og þessi viðburður á morgun, það er mikið undir. Já, ég meina ef við vinnum leik, þá eru konið 60 undan K.A. og þeir eru reyndar í leik til góða á móti öðru gul og bláu liðir sem ég kannast aðeins við, sem að ég held að vinni K.A.-mennina líka í næstu viku. Svo þetta er náttúrulega líka spurning grófbrettin. Fyrir utan það það munar öllu að hafa hann. En þessi uppbytun hérna klukkan 3 í Hamri, þetta er fyrir alla? Já, bara alla. Ég vil ekki. Þú þarft ekki að vera með félagsskírteini í Mjölnismenn eða neitt, heldur bara nóg að bara hafa áhuga á fótbolta og helst að stiga Þór? Já, það er náttúrulega svolítið lykilatriði að vera svolítið rauður og hvítur og helst að mæta í rauðu eða hvítu, Þórstreyjum eða bara þó að sé ekki nema bara liturinn, þá bara allir að koma. Við erum með andlitsmálin hérna og grill, það verða góðu menn á grillinu og við munum reyna að renna yfir einhverja söngva og hitta okkur upp og svo ætlum við að stefna á að labba niður á Akureyrarvöll, gamla heimavöllin okkar, þannig að við höfum að spila þar, þannig að... Já, Akureyrar, þetta er náttúrulega þó að þetta sé heimavöllin K.A. þá er náttúrulega þetta bara heimavöllur okkar líka, því að þetta er nú einu sinni hérna bara miðsvæðis í bænum. Já, ég fann nú reglulega að heyra það frá afa mínum að hann hafa nú ásamt fleiri góðan Þórsurum lagt innan völl og átti nú að vera samvinnuverkefni, svo mér sem sögur fara því hversu mikið þessir að brekkunni koma að því, það er kannski annar mál. En það telur ekkert á morgun? Ekki neitt, við verðum bara að vinna stúkuna, það er fyrir öllu eiginlega. Það er fyrst og fremst að finna strákandi meðbyr og maður þekki það bara sjálfur sem íþróttamaður að það munar öllu að vera með góðan stuðning. Þetta fann að spá í úrslit? Við vinnum leik. Tölur? Og markaskorun? Jóhann Helgi, vinur minn, hann er að fara að setja mark, ef ekki 2. Spurning hvort að Loftur Páll seti ekki jafnvel 1. Jóhann Helgi sagði mér í viðtali eftir síðasta leik að hann skori bara alltaf á móti K.A. þannig að við þurfum ekkert að velta því neitt fyrir okkur. Nei, ég man eftir að spila hérna hverju kom suð. Man setja þetta bara strax á skýrsluna bara og fylla svo út í hvenær markið kemur. Algjörlega, ég man eftir að koma hérna norður á æfingar með Þór og þeir var krakki og við spilum móti K.A. og ég man ekki eftir að Jói hafi spilað leik af hans að skora. En þú er spenntur? Ég er bara búinn að spenntur síðan ég sá mótadagskrá KSÍ, það har ég búinn að bíða til 11. júlí. Við hvetjum alla til eða sem bara flesta að koma hérna í Hamar og svo náttúrulega fjölmenn allir á völlina á morgun og hvetja Þór til sigurs. Algjörlega, allir sem vellingi geta valdið, bara að gera, ef það slærið rautt og hvítt hjarta, þá þarf það að mæta í Hamar kl. 3 á morgun. Við erum allir með rautt blóð. Já, algjörlega, það er vist ábyggilegt. Nefnum þú sitt konungborinn, ég veit ekki hvernig það er. Þannig, sjáumst á morgun, gerum góðan, gleðan dag, fagnum við dagstúr. Yes, gerum það. Allir geta gefið meira af sér. Áfram veginn eina, eins og pólfarinn.